Komið sæl, velkomin í Oddvitaspjall sósíalista. Við sitjum hérna Katrín Baldursdóttir og Benjamin Julian. Katrín oddviti sósíalista í Reykjavík Suður og hérna bara velkomin. Já, þakka þér fyrir. Við ætlum að byrja kannski á að heyra hvaðan þú kemur inn í þessa kosningabaráttu. Hvað eru þitt erindi? Sko, mitt erindi hefur reyndar alltaf verið þessi grunnhugsun réttlæti, mannúð, samvinnu, samheldni og virðingu, hlýju. Og það svona grunnstefið hjá mér hefur alltaf verið. Og sósíalismi þannig. Og ég veit það, ég hef alltaf vitað, alveg frá því ég var 15 ára, sko. Og síðan bara ákveð ég að taka annan pól í hæðina, að ég var í stjórnmálafræði en ákveð að fara í fjölmiðlafræðina. Og hefur rauninni aldrei fengið að koma út úr skápnum með minn sósíalisma fyrir en að ég sá bara þessa síðu sem að Gunnar Smári stjórnaði og hét allt í einu sósíalistaflokkurinn og þá bara, það var bara eins og minn æðri máttur hefði sendt mér himnasendingu. Já, eitthvað pláss til að vera til í. Já. Kærleikshagkerfi einmitt eitthvað sem hefur verið svona boðað sem partur af kosningabaráttu sósíalista. Hvað það? Sko, kærleikshagkerfi einmitt þetta stef sem ég var að tala áðan og þetta náttúrulega gildi sósíalistaflokksins. Það þessi samvinna og samheldni sem ég var að tala mannhelgi sem ég var að tala áðan og sem sagt, þetta grunnhugmyndafræðin, kærleikurinn og allt sem við gerum, allar stefnurnar okkar, öll tilboðin og allt þessi mikla hugmyndafræði sem við erum búin að byggja upp og smíða, þetta allt saman byggt upp á kærleikan. Af því að það svo einföld sýn að ég náttúrulega að tala fyrir mig, það sem mér finnst vera ábyrg hagstjórn, ekki eitthvað svona hagvöxtur og Excel-skjöl og landsframleiðsla og svoleiðis kjaftaði fyrir mig. Heldur það bara að einfalda ábyrg hagstjórn það að allir geti lifað mannsamandi og góðu lífi og fá einhvern veginn frelsi, raunverulegt frelsi til að njóta sín. Það ábyrg hagstjórn og af því það líka af því að þetta svo einfalt á Íslandi því það svo mikið til af auðæfum, þau eru bara öll á sama stað, sko. Allt bara hjá þeim ríku, endalaust, þannig að það gengur ekki, sko. Það hefur verið síðustu áratugi, það hefur alltaf meira og meira af skattbyrðinni færst á fátækara eða tekjulægra fólkið á Íslandi. Sósíalistaflokkurinn með einhverja nálgun á hvernig þetta að breyta því? Já, heldur betur, því að við ætlum að stefnan okkar, við erum annars vegar með tilboðum skattahækkun á þá ríku og svo skattalækkanir til almennings. Það nefnilega þannig sem að fólk veit ekki að það eru bara 30 ár síðan að svona kringu 1990 og fyrir þann tíma að þá var fólk með lægstu tekjurnar, láglaunafólk, öryrkjar og fátækt eftirlaunafólk, það borgaði enga skatta. Svo það þessi sjálfstæðisflokkur sem alltaf að tala hann ætli að lækka skatta, hann hefur bara alls ekki gert það á almenning, heldur bara að lækka skatta á þá ríku. Þannig að við erum búin að reikna það út, að fólk sem með millitekjur núna og niður, lægri skala niður, ef við uppreiknum það hvernig þetta var og hvað þetta myndi aukatekjur fólks núna, þá gæti það alveg verið 700.000 krónur á ári. Sem bara beinhækkun, en þetta ekki nýtt, við erum ekki að finna upp hjólið, þetta var svona áður, en þessi grimma nýfrjálshyggju kapítalismi, sú stefna, hún hefur byggst öll upp á því að þjarma þeim fátækari, en stækka peningakistur þeirra ríku. Þetta bara þráðurinn og það líka þess vegna sem að núna að Davíð Oddsson til dæmis var að skrifa það, hann svo hræddur við okkur sósíalistana, að við séum að fara að brjóta upp stórútgerðina, við séum að taka kvótan aftur, þeir eru bara á
taugum þarna núna. Sjálfstæðisflokkurinn með kosningalofur sem heitir að taka báknið, að burt með báknið. En þetta samt eins og þú segir, annars vegar flokkurinn sem hefur fært skattbyrðina niður á við frá þeim sem best geta borið hana og hefur líka búið til þessi erfiðu skilyrði fyrir til dæmis öryrkja og fyrir fólk sem er á bótum. Það verður alltaf meira og meira bákn fyrir þau einhvern veginn. Er eitthvað sem tekur á því hjá ykkur líka? Já, sko, við erum alltaf með tilboðum að útrýma fátækt og við sáum það bara núna alveg svakalega svartar niðurstöður á rannsókn kjör fatlaðra og öryrkja og maður er bara í sjokki, sko. Því að maður vissi náttúrulega að hvað fólk sem býr við fötlun hefur það slæmt en nú bara kristallast þetta í þessari rannsókn og niðurstöðu að sko þetta er svo mikill skandall bara á heimsvísu og þetta er svo mikill skandall fyrir ríka þjóð eins og Ísland að fötluðu fólki skuli verið boðið upp á það að geta ekki lifa. Sko, fólki er refsað fyrir að vera veikt. Ég meina, ef ég veikist, hver vill það? Ég myndi ekki vilja búa við þannig líf, það óskar sér það enginn að vera veikur. Og ef að við, þetta ríka samfélag, getum ekki veitt veiku fólki, fallegt líf, sko, þá verðum við heldur betur að snúa öllu við. Við verðum að fá sósíalisma, þetta gengur ekki. Ég sé það spurning komin inn frá Gauja M. Þorsteinsinni. Hún spyr, hvernig ætlið að fjármagna félags- og heilbrigðiskerfið? Sko, ég var að segja áðan að við ætlum að skattleggja þá ríku, en við erum þá bara að tala þetta 1%. Og og við erum að tala eignaskatt, og við erum að tala að fjármagnstekjuskattur sem er núna ekki neitt sko, hann er 22% og raun og er ekki það þegar búið að reikna dæmi til enda. Við ætlum að hafa fjármagnstekjuskattinn eins og tekjuskattinn, þannig að ég bara venjuleg manneskja og þú og fólk bara á venjulegum heimilum að það kemst ekkit upp með að borga sér fjármagnstekjuskatt, geta borgað 22% skatt. Nei, maður borgar sér í launin ekki sem aðra. Nei, við komumst ekkit upp með að vera eitthvað svindli og við viljum það heldur ekki, en við eigum ekki einu sinni fjármagn til þess að borga okkur 22%. Við eigum bara, flestir eiga, sko bara þannig að þeir rétt hafa það af, kannski fólk með börn, og kannski eitthvað smá varasjóð sem það verður að eiga, en að safna einhverju Nei, en ef þú ert fjárfestir, þá ertu í rosalega góðum málum og ef þú getur borgað þér arð, þá ertu geggjuðum málum og ef þú getur borgað inn á skattaskjól og falið alla peningana, þá ertu náttúrulega alveg í súper. Og þetta er það sem að Sjálfstæðisflokkurinn og hægri stjórnin sem búin að vera núna með Vinstri grænum Vinnabors búið að bjóða fólki upp á. Og síðan auðvitað sem er náttúrulega stærsta máli og það er það að við ætlum að innkalla kvóta. Og getur ímyndaði peningana sem koma þá. Ég ætla að svara honum, byrju var það ekki Gauji? Gauji, já Gauji, ég ætla að segja þér það að það eru ótrúlegir peningar og það er svo mikli peningar að fólk bara veit ekki, vegna þess að við vitum ekki einu sinni hversu mikið það er, vegna þess að það er svo mikið falið þarna hjá þessum stóru útgerðarfyrirtækjum að þetta er ótrúlegt. Og með öllu þessu, við leggjum þetta saman, þá er þetta ekkert mál, þá er þetta til nóg, þannig að allir geti lifað góðu lífi. Ég vona að þetta svari spurninguna, sko. Hann með framhaldsspurningu, hvernig ætlið að breyta skattkerfinu fyrir þá lægstlaunuðu? Já, ég er að segja það. Ég var að segja það. Við ætlum að þeir lægstlaunuðu eiga ekki að borga skatta. Ekki krónu. Bara eins og þetta var fyrir 1996? Eins og þetta var fyrir 1990. Verkalýðshreyfingin hefur líka verið að berjast fyrir til dæmis breyttu skattkerfi og það var í kjarasamningum nú síðast, þá var hluti á kröfu þeirra breytt skattkerfi og að vinda að einhverju leyti ofan af þessu svoleiðis. Hvaða erindi heldur þú að verkalýðshreyfingin hafi inni á þingi eða þú veist, í tengslum við þingið? Sko, Sósíalistaflokkurinn yfirlýstur verkalýðsflokkur. Þannig að við munum ávallt standa með launafólk í landinu.
og það algjört prinsip og við munum standa með verkalýðshreyfingunni alveg til enda. Að vísu þá náttúrulega skiptir máli hverjir stjórna þar. Ég meina við gætum eins og þegar Gylfi Arnbjörnsson var forseti ASÍ, hann framfylgdi stefnu sem að okkur sósíalistum þótti ekki þóknanleg, var ekki góð því að okkur fannst hún ekki nógu djörf til þess að bæta kjör launafólks og þóknanleg atvinnurekendum. Það algjörlega á hreinu og nú ég til þess búin að vinna fyrir stéttarfélög og það alveg á hreinu að á launamarkaði kökunni svo ofboðslega misskipt. Það svo mikið ójafnvægi á milli valds atvinnurekandans og valdaleysis launafólksins. Það þarf að laga þetta. Við erum til dæmis að tala atvinnulýðræði. Það að segja að það sé bara skylda að launafólkið komist í stjórnir fyrirtækina með atvinnurekendunum. Þannig að sem sagt launafólkið hafi þá eitthvað með það að segja hvernig fyrirtækið rekið. Eins og þetta núna þá bara hægt að reka ráða fólk og það hægt að stela því laununum og það hægt að vera með endalausar hagræðingakröfu, vera endalaust að segja fólki og þjarma meira þeim sem eru fyrir. Þannig að við stöndum þar alveg keik og vonum það að verkalýðshreyfingin fái meiri völd en hún hefur nú þegar. Það hefur mikið verið talað núna eftir COVID að þurfum við að hugsa hvernig við ráðum nú úr öllum vandanum sem hefur orðið til og svoleiðis. En ég man að í byrjunin af COVID þá var eitthvað að tala að kannski væri hægt að nýta þetta einhvern veginn til þess að bæta samfélagið eða það var næstum því eins og jákvæðin hefði verið meiri þegar þetta var að byrja heldur en eftir að við erum núna búin að draga okkur í gegnum þetta í meira en ár. Ég bara spá hvort að það sé einhver svona framtíðarsýn sem við getum haft það hvernig samfélagið geti verið svona úr og hvernig við getum byggt á COVID-krísunni einhvern veginn á jákvæðan hátt. Já, við getum náttúrulega lært af því, en það náttúrulega, það þýðir ekkert að tala það, ef það verða áfram hægri stjórnir í þessu landi og vinstri grænir eru orðnir hægri flokkur og það bara Bjarni Ben segir það beinlínis að með vinstri grænum innanborðs þá verði hægri stjórn og hann virðist ráða öllu í þessu stjórnarsamstarfi. Þannig að ég vonlítil að eitthvað breytist. Það þarf nýjar áherslur og til dæmis að menn bjuggust við því í upphafi að ríkisstjórnin myndi setja meira í það að byggja upp innviðina frá þar að segja að myndi sjálft útvega fólki vinnu hjá hinu opinbera við að byggja upp innviði. Það gerðist ekki og nú aðal áherslan á einkavæðingu sem því miður og öllum sviðum og svo náttúrulega svo kemur í ljós að þeir ríku, þeir eru búin að græða alveg svakalega. Þeir sem hefur efna á að kaupa sér hlutabréf, þeir eru búin að græða 1500 milljarða og þeir sem hafa verið að kaupa húsnæði núna eru þeir ríku sem að fjárfesta í húsnæði og svo leigja það út og þeir þurfa ekki að borga neina skatt af leigunni. Þetta ekki neitt. Þannig að það lítur út fyrir það að þeir ríku ætli sér örugglega ekki að borga COVID-skuldina sem 200 milljarðar sem að ríki skuldar eftir COVID og ef að þeir ríku vilja ekki borga COVID-skuldina, hver á þá að borga? Það eru launafólkið sem mun borga það og þetta mun bitna á þeim, verður niðurskurður og allt, það lofaði öllu fögur núna fyrir kosningar, svo verður það svikið leið og hægri stjórnin tekin við. Ein hugmyndin sem kom hana fram með því það var líka þetta, allavega var hann breytt svona í mínum kvöld, það var sú hugmynd að til dæmis eins og þú segir að fólk gerði ráðið til eins opinbera en það væri einhver leyti líka gert til þess að efla þá svona geira eins og til dæmis heilbrigðiskerfi. Það væri styrkt og það væri einhver leyti hægt að kalla það kærleiksagkerfi að heilbrigðiskerfi væri mjög öflugt. Og hvernig er þá hugmynd þín hvernig heilbrigðiskerfi gæti litið út eftir þetta?
Sko, það bara alveg einfalt og við höfum bara einfalda sýn í þessu svo mörg öðru, við erum ekkert að flækja þetta. Og það það að sem sagt, heilbrigðiskerfið verði alfarið í eigu hins opinbera og alfarið gjaldfrjálst og þar á ég líka við til dæmis tannlækningar. Hvað það margir fátækir sem að hafa ekki efni og ekki eins og senda börnin sín til tannlæknis. Það svo brjálæðislega dýrt og þetta bara gengur ekki og það náttúrulega þeir ríkari sem að geta farið til tannlæknis. Það þeir ríku sem geta keypt sig fram fyrir í biðröðinni. Við erum alltaf að tala allir að segja styttum biðlistana, maður endalaust að hlusta, styttum biðlistana og hver og einn flokkur núna gólar þetta alltaf hreint. Og svo bara ekkert að marka því ef þú breytir ekki kerfinu, þú breytir ekki því kapitaliska kerfi sem núna og eykur einkavæðingu, þá verður það alltaf þeir ríku sem geta keypt sig fram fyrir í röðina. Það bara gengur ekki upp, það ekki jafnrétti, þá það heilbrigðiskerfi sem byggir ekki á jafnrétti. Svo til, að sjá hvort það hafi fleiri spurningar borist. Já. Hvað væri fyrsta frumvarpið sem þú myndir vilja leggja fram á Alþingi? Sko, ég sjálf alveg, mér svo umhugað hag launafólks í landinu. Það ég sjálf skrifaði nú mastersritgerð verkalýðshreyfinguna og hef fylgst með þeirri baráttu alveg frá upphafi og hef dáðist svo að krafti fólk sem var að berjast fyrir lífi sínu svona upp úr 1920 og 30 og þegar menn fóru út á völlin og fóru niður á Höfn og börðust fyrir réttindum sínum og svo öllu til almannatíð. Þetta alveg frábært. Húsnæðiskerfið og verkamannabústað, þetta allt launafólk í landinu sem barðist fyrir þessu saman með samtakamætti. Og ég algjörlega legg svo mikið upp úr samvinnu að við saman gerum þetta, en núna, hvernig þetta núna? Það alltaf samkeppni, það alltaf verið að etja fólki saman, samkeppni, etja fólki saman og svo náttúrulega þetta svo mikið bull því að í stærstu póstunum bara fákeppni á Íslandi eins og í tryggingunum og á olíumarkað og slíkt. Fyrsta frumvarpið mitt væri að auka vald verkalýðshreyfinganna með lögum. Það var númer 1. Vegna þess að það eru 200.000 Íslendingar og útlendingar sem búa sem eru á vinnumarkaði. Það eru 135.000 manns í Alþýðusambandinu. Og þessi fjöldi hefur andskotan engin völd. Og það svo tákgrænt þegar verið að taka rosalegar efnahagslegar ákvarðanir, þá bara drífa Snæland út á túnni. Hún ekki höfð með. Og verkalýðshreyfingin að taka rosalegar efnahagslegar ákvarðanir sem varða allan þorra manna. Og þá eru helstu hagsmunasamtök launafólks, þau eru ekki með. Veistu það að þetta gengur ekki upp. Samtök atvinnulífsins á ekki að hafa svona mikið völd og samtök iðnaðarins ekki heldur. Hvaða áhrif heldurðu að sósíalistar eru náttúrulega með húsnæðisstefnu að smíða 30.000 hús á 10 árum. Hvaða áhrif heldurðu og hvaða áhrif heldurðu að myndi hafa á hag lágtekjufólks ef að þessi stefna kemst í framkvæmd? Alveg gríðarlega. Þetta hugsaðar að fólk að borga kannski 75% af eigum sínum í húsaleigu, af launum sínum í húsaleigu. Og þetta svo aðþrengt, þetta eitt atriði viðbót sem ég að nefna sem hvernig aðstæður fólks eru á Íslandi í raun og veru. Það að eiga gott þak yfir höfuðið, eru mannréttindi. Það bara grunnþörf. Vegna þess að ef að þú skilgreinir það ekki sem grunnþörf, þá getur þið bara finnst allt í lagi fólk bara búið í tjöldum út á túnni. Þetta grunnþörf og þess vegna erum við sósíalistar alveg
á því að byggja yfir alla, þá vera leiguþak, menn að geta keypt sig inn, ef þú 3 milljónir, þá setur það inn langar að eiga, ef þið langar að eiga íbúðina og svo borgaru það bara í rólegheitunum og eignast hann. Nú ef þú ætlar út, þá getur ekki tekið, þá ferðu bara út úr kerfinu, íbúðin verður eftir inn í kerfinu og einhver annar tekur við. Þannig að þetta er bara svona, og þetta er ekkert mál, það er eina sem og við ætlum ekki að eyða neinum peningum í þetta. Við ætlum bara að fá gefins lóðir hjá sveitarfélögunum og þó það nú væri, náum nú til að landinu, og síðan ætlum við bara er markmið okkar að fá bara þægileg lán hjá Seðlabankanum og lífeyrissjóðunum til að fjármagna þetta, til að byrja með og svo verður þetta allt saman borgað af fólkinu sem býr í Kópavogsinu. Það er spurning frá Guðrúnu Sigurlaugu sem ég held hún sé smá framhleypin fyrir okkur, en við skulum samt taka áhlaupa á hana. Hvaða ráðuneyti viltu að sósíalistaflokkurinn fái í samsteypustjórn vinstriflokka? Sko, það er absolutt velferðarráðuneyti. Það er alveg á hreinu. Og að sjá alveg öll mál sem varðar öryrkja, eldri borgara, alla velferð og svo viljum við náttúrulega fá heilbrigðisráðuneyti og þannig að já, ég myndi taka þetta fram sérstaklega núna. Auðvitað náttúrulega væri auðvitað best að fá fjármálaráðuneyti. Það væri nú bara algjört æði. Þá getum við komið fram með skattastefnun okkar og alla fjármálastefnuna, við erum með stefnu þar og getum bara umbylt kerfinu þannig að allir geti lifað góðu lífi í samanburði við þetta upphafsstef okkar kærleikshagkerfi. Við myndum snúa þessu við og svo náttúrulega í sjávarútvegsmálunum kvótakerfi, það nú eitt stærsta hneyksli Íslandssögunnar, það kvótakerfi. Þannig við höfum erindi inn í mörg ráðuneyti. Við höfum erindi inn í öll ráðuneyti, við erum með svo góða stefnur og við erum svo góð tilboð og við erum búin að vinna bara svo mikla vinnu, grunnvinnu til þess að koma til þess að ég bara lýsa okkar stefnu, hver hún og það náttúrulega aðdánavert að það engin elíta sem hefur unnið þessa stefnu. Heldur þessi stefna unnin með því að velja af handahófi fólk úr félagaskráni, grasrótin hefur smíðað þetta með aðstoð ýmsa sérfræðinga sem hafa verið kallaðir til eftir þörfum hvers hóps fyrir sig. Það spurningina sem tengist velferðarráðinu, tengist velferðarráðinu. Hver afstaða sósíalista og hvað starfsgetumatið? Já, það sko, við erum svo ofboðslega á móti starfsgetumatinu að það bara ekki nóg. Það eitthvað það mesta helvíti, bara leyfum mér að orða það þannig, mesta helvíti sem hægt væri að bjóða öryrkjum upp á starfsgetumatið. Og sko, það bákn í rauninni. Það bákn og það bara til þess að spara fyrir ríkissjóð. Sko, þetta hefur haft svo alvarlegar afleiðingar út í Bretlandi og út í, til dæmis bara í Danmörku, að fólk hefur bara í stórum stíl bara svipt sér lífi og það bara sannleikurinn. Og þetta þannig kerfi, en það sem svo alvarlegt núna, að hann Ásmundur Einar Daðarsson sem að stæri sér að því núna í auglýsingunum og allt hvað þessi búin að gera æðislegt í velferðarmálunum og hans búin að gera þetta og hitt og þetta, að hann að læða þessu starfsgetumati inn á þess að láta nokkurn vita af því. Og hvernig birtist það? Það birtist í því að það orðið miklu erfiðara að fyrir veikt fólk að vera metið til öryrkja. Þó að læknirinn sé búin að segja það, þú veist, þessi maður óvinnufær, eða þessi manneskja, og starfsgetumat þannig að segjum að ég veikist og ég bara óvinnufær og ég verð öryrki, ok? Síðan kemur þetta starfsgetumat og ég kannski allt í einu, segjum að ég sé með geðsjúkdóm og ég allt í einu bara 2 mánuði kannski ég ofboðslega góð og mér líður vel og allir öryrkjar vilja fara að vinna aftur, ég þekki engan sem ekki vill það. Það vill enginn vera öryrki, sem ég þekki allavega. Og síðan rosa góður, hann fer og fær starfsgetumat, vá, þú ert svo góður standi, nú bara þú getur farið að vinna bara 75% eða eitthvað. Svo náttúrulega engin almennileg vinna, þú veist, vinnumarkaðurinn ekki hannaður fyrir það að taka móti öryrkjum hér. En svo segir maður hann fá einhverja vinnu og svo eftir bara kannski mánuð þá veikist hann aftur. Hvað gerist þá?
heyrðu, þá þarf hann að fara aftur í gegnum allt ferli og meðan þarf hann bara að fara á sveitina, eins og kallað var í gamla daga. Hann þarf bara að fara til Reykjavíkurborgar og hann búinn að missa réttindin sín. Þetta þetta fjandsamlega starfsgetumat og ég algjörlega við sósíalistar á móti, bara harkalega á móti. Tryggingastofnun heyrir undir félagsmálaráðuneytið og það hefur mikið verið talað hvernig svona menningin þar inni kunni að vera eða stefnan þeirra gagnvart sínum skjólstæðingum, hvernig hún kunni að vera svolítið bara svona refsandi. Er einhverju hugmyndir hvernig væri hægt að svona breytum kúrs þar? Ég held bara að það þurfa að stokka þetta allt upp, sko. Það bara endurnýta allt saman. Þetta bara svona, Tryggingastofnun eiginlega bara svona stofnun eins og maður geti ímyndað sér hafi verið til í Sovét, ráðstjórnaríkjunum í gamla daga, eins með útlendingastofnun. Þetta eru svona fjandsamlegar stofnanir, fólki, og þetta ekki stofnanir sem eru þjónandi, heldur refsandi. Og hvernig samræmist það áherslum hægri stjórnar þar sem alltaf að vera landtækifærin og allt svo aðeinslegt og svo eru bara stofnanirnar svo skammarlega, fjandsamlegar fólki að ég á ekki til eitt einasta orð. Ég get svarað fyrir það, maður getur bara að fara að gráta. Þetta svo ömurlegt, sko. Þannig að landtækifærina bara landtækifærina fyrir ríka fólkið. Punktur. Já, það þarf ekki að ræða það frekar, sko. Í verkalýðshreyfingunni hafa síðasta ár verið að hefur verið að fjölga mjög mikið erlendu verkafólki og það hefur einmitt sést svona mjög skýrt sko á húsnæðismarkaðnum. Þau raðast náttúrulega inn á botninn á húsnæðismarkaðnum og hafa síðustu ár og hefur aftur og aftur komið í ljós að þau búa í alveg hryllilegum aðstæðum og það, þú veist, í eldsvoðanum í fyrra við Bræðraborgarstíð og sást þetta líka. Hvaða helstu lausnir væru við því? Sko, þetta er allt í rauninni sami þráðurinn. Það er þetta fjandsamlega þjóðfélag sem við búum í, sem fjandsamlegt öllum nema þeim ríku. Og það að bjóða innflytjendum upp á þetta er náttúrulega svo mikið skömm, því að innflytjendur þeir auðga svo samfélagi. Það er svo gaman að hafa kynnast fólkinu og fá það hingað. Ég vil fá fleiri flóttamenn, ég vil taka á móti miklu fleira fólki. Þetta fólk kemur, þetta er svo gott fólk, þetta er fólk sem vinnur fyrir skammaleg laun, allan sólarhringinn og það er níðst á þessu fólki, ég veit þetta úr ferðaþjónustunni. Að ég vann einu sinni í ferðaþjónustu fyrirtæki og það var hræðilegt að horfa upp á það var bara ætlast þess að fólk byggi í gámum og inni allan sólarhringinn og ef það vildi kannski fara eitthvað í burtu þá var það litið hornina. Svona er þetta, ekki öllum, guð minn góður, sumir eru mjög fínir, en allt of margir eru þannig og þannig að það þarf að auðvita og allt þetta mansal sem er við lýði, fólki hrúa saman og þarna komum við að merg málsins í þessu. Og það kemur alltaf aftur að þessu valdaleysi verkalýðshreyfingar. Vegna þess að verkalýðshreyfingin hefur ekki tæki og tól til þess að hjálpa fólki nógu vel. Því að til dæmis eins og í lífskjarasamningnum þá var sérstaklega fór verkalýðshreyfingi fram á það að þeir sem stunduðu launaþjófnað, að það yrði viðurlög við því. Þannig að, nei, hvað var hann að gera þá hann Ásmundur Einar? Þetta fór ekkert í gegn. Þannig að það er ennþá þannig að ef þú ert í vinnu hjá mér og þú ert útlendingur og ert svolítið vulnerable, þú kannt kannski ekki alveg nógu vel málið og kannski ert ekki nógu góður til þess að koma fyrir þig, þú veist að berjast fyrir sjálfum þér og þú ert kannski með fjölskylduðina með þér og kannski einhver fjölskyldumeðlimur að vinna hjá sama atvinnurekanda og svo kemur í ljós að það er bara verið að fara mjög illa með þig, stela þig launum, stela af þér frítíma og bara öllum réttindum, að þá í fyrsta lagi ef þú ferð til verkalýðsfélagsins og kvartar, þá er mjög líklegt að þú rekin eins og skot. Ef að verkalýðsfélagið, til dæmis í vinnu eftirlitsmaður, kemur og sér að það er mikið af
og hérna vill kannski hjálpa þér eitthvað, að þá það eina sem að atvinnurekandinn þarf að gera að borga skuldina við þig. Þannig að ef þú ert í vinnu hjá mér og ég skuldaði 200.000 kall, þá bara borga þennan 200.000 kall, ég þarf ekki að borga nein viðlög, sko. Það miklu betra að halda áfram að stela bara. Það miklu hagkvæmara fyrir mig. Ef ég svona þekkjandi atvinnurekandi, að ég bara finnst ekkert mál að stela launum að þér, og svo borga þennan 200.000 kall, miklu ódýrara fyrir mig að borga hann, heldur en og geta haldið áfram að stela. Svona þetta alveg skelfilegt og þess vegna ef að verkalýðshreyfingin hefði sterkari ítök þarna, gæti eyru á þingi og eyru á þingi, og eyru á þingi til þess að vekja athygli á þessu. Það skiptir máli og þess vegna þurfum við að komast á þing. Við þurfum sósíalistar þurfa að komast á þing til að berjast fyrir hagsmunir launafólk sem eru hvorki meira né minna en 200.000 manns í landinu. Takk fyrir. Hana nú. Ég held að við verðum að láta þetta gott heita, við erum komin á tíma. Kæra þakkir fyrir gott spjall, Katrín, og við segjum þetta gott hérna úr stúdíói Samstæðarinnar.